nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugur, eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Líti ná til vor og heyr bænir vorar við í sorg og söknuði áköllum þig. Og hjálpaðu okkur með huggun þíns heilaga orðs fyrir hinn krossfesta og uppreisna son þinn, Jesú Krist, Drottinn vorn og frelsara. Við biðjum í nafni hans. Amen. Svo stendur skrifað í Davíðssálmum: Lofaður sé Guð og Faðir Drottinn vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar okkur í sérhverri þrenging vorri. Svo við getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem við höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig hljótum við og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Good.
Heyrum heilagt Guðspjall. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér. Heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Hún bar þig í heiminn og hjúfraði að sér. Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér. Hún ávallt vörn þín, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og helgar sitt líf. Ef hugtakið hina alíslensku konu á við einhverja mannesku, þá það Halldóra Sveinbjörnsdóttir. Dóra var íslenska konan í hnotskurn. Dóra frænka var með stærsta hjarta sem nokkur manneska getur haft og hafði endalaust að gefa af kærleik, ást og hlýju og lét engan ósnortinn sem mætti á lífsleiðinni. Hún elskaði alla og allir elskuðu þessa einstöku konu. Minning hennar mun aldrei gleymast. Halldóra Þórunn Sveinbjörnsdóttir var fædd þann 14. september 1926 á Uppsölum í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp. Og hún var skírð þann 9. janúar 1927 í Eyrarkirkju. Hún lést á heimili sínu á Hrafnistu Sléttuvegi þann 16. október síðastliðinn.
Foreldrar hennar voru Sveinbjörn Rögnvaldsson, fæddur 15. september 1886 og dáinn 28. mars 1975, bóndi á Uppsölum og síðan verkamaður í Bolungarvík. Og Kristín Hálfdánardóttir, fædd 22. nóvember 1896 og dáinn 2. janúar 1951 frá Hesti í Hestfirði. Halldóra var 9. í röð 16 barna þeirra hjóna og systkini hennar, sem öll eru látin nema hún Marta Kristín, voru Ragnar, Elísabet, Kristján, Kristín Guðrún, Rögnvaldur, Daðey, Jónatan Helgi, Einar Jónatan, Jónína Þuríður, Sigurjón, Sveinbjörn Stefán, Marta og Marta Kristín sem fæddir 27. ágúst 35 og svo drengur andvana fæddur. Halldóra ólst upp á Uppsölum í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp á miklu kærleiksheimili ásamt stórum hópi systkina, auk afa sínum og ömmu og jafnframt bjuggu þar stundum einstaklingar á vegum hreppsins. En dægrastyttingin heima á Uppsölum fólst yfirleitt í söng, dansi, hljóðfæraleik og að spila á spil. Sveinbjörn, faðir Halldóru, hann spilaði á harmóníku og dansaði við dætur og eiginkonuna og jafnvel með þær á milli sín og harmóníkunar. Og hann kvað jafnframt rímur. Og þetta var afskaplega mikið menningarheimili. Halldóra var mjög minnug, svo vægast sagt, mjög minnug. Hún sagði afkomendur sínum frá lífsháttum á æskuheimilinu á Uppsölum og hún hafði dásamlega frásagnagáfu og það var unun á að hlýða. Farkennari kom að Uppsölum og sá kennslu og afi og amma Halldóru sáu jafnframt að fræða og hlýða barnabörnunum yfir námsefnið. Halldóra lauk fullnaðarprófi barna vorið 1940. Hún var afar góður námsmaður og lauk prófum með stakri prýði. Halldóra gekk í gagnfræðaskólann á Ísafirði á árunum 1940 til 43 og lauk gagnfræðaprófi með glæsilegum vitnisburði. Lengra var nám Halldóru ekki, þar til hún bætti við sig þekkingu í dönsku, ensku og þýsku hjá námsflokkum Reykjavíkur á árunum 1960 til 65 og að sjálfsögðu með prýðisgóðum vitnisburði sem fyrr. Hún hafði alla tíð býsna gott vald á bæði dönsku og ensku og dönskuna æfði hún með því að lesa Hjemmet og Family Journal. Henni féll aldrei verk úr hendi og var alltaf að hugsa að bæta við sig þekkingu. Hún var dugleg að sækja ýmis námskeið á lífsleiðinni einmitt í þessu skyni. En Halldóra, hún flutti til Reykjavíkur á 18. aldursári. Hún bjó hjá Sigurbergi Hjaltasyni frænda sínum og Ingu konu hans fyrst sinn. Eftir að hún kom í bæinn, þá fór hún fljótlega að vinna hjá ljósmyndastofu Lofts í Reykjavík og vann þar í 2 ár. Hún kynntist fljótlega eiginmanni sínum, honum Hjalta Ólafi Jónssyni, sem var fæddur 5. október 26 og dáinn 25. ágúst 2006. En þau gengu í hjúskap 13. september 1947, rétt ári eftir að frumburður þeirra hjóna fæddist, hún Ragna Kristín. Eftir það var Halldóra mestu heimavinnandi, húsfreyja, á meðan að börnin ólust upp. Halldóra vann síðan í tónverkamiðstöðinni og síðan á Borgarbókasafni Reykjavíkur, þar sem hún naut sín í starfi og hvar hún lauk starfsferli sínum við eftirlaunatöku.
Halldóra og Hjalti eignuðust 7 börn. Þau eru Ragna Kristín, fædd 28.10.1946. Hún á 2 börn, Halldóru og Aðalstein, með honum Trausta Aðalsteinsinni, en þau skildu. Næstur í röðinni var Jón Eðvarð, fæddur 16.1.48, dáinn 1.2.2013. Hann átti 2 dætur, Ólöfu Dögg með Janine Wilkinson og Þórunni Mjöll með Sigríði Öldu Sigurkarlsdóttur. Þriðji í röðinni er Vignir Sveinbjörn, fæddur 1.1.1951. Hann á 3 syni, Egil, Hjalta Þór og Ólaf Pál, og móðir þeirra er Anna Egilsdóttir, en þau skildu. Og Anna lést þann 20.3.2018. Næstur er Snorri, fæddur 30.9.1952. Hann á 4 börn. Guðnýju Ástu á hann með Rósu Jónsdóttur og svo á hann 3 börn með eiginkonu sinni, henni Brynhildi Sigursteinsdóttur, og þau eru Sigursteinn, Þóranna Kristín og Ólafur Páll. 5. í röðinni er Lilja, hún er fædd 16.8.1956. Hún á 3 börn, Andra Heiðar, Elfu Rún og Kristinn Smára. Hún er gift Kristni Erni Kristinsinni. Svo áttu þau stúlkubarn Andvana, fætt 16.8.1956. 7. í röðinni var Ólafur Páll, fæddur 3.10.59, en hann lést þann 8.7.1978. Barnabörnin eru 14, barnabörnin 35 og barnabörn eru 4. Þannig að afkomendur Halldóru eru alls 60. Þetta var rík kona. Þau Hjalti og Halldóra hófu búskap sinn á Skúlagötu 64 í Reykjavík, en hófu fljótlega byggingu einbýlishús að Heiðargerði 10 og þau bjuggu þar óslitið í 45 ár. Uns þau fluttust á Skúlagötu 20 árið 1998. Halldóra bjóð þar allt til ársins 2020 hún flutti á Hrafnistu Sléttuvegi. Halldóra hugsaði ávallt vel Hjalta eiginmann sinn, en hann vann mikið utan heimilis, en hún hélt utan allt heimilishald, börnin sín og passaði ávallt upp á sinn mann, að hann væri fínn og flottur. Þau voru glæsileg hjón og það vitum við öll sem eru hér í dag. Halldóra sýndi öllum hvað það þýðir að bindast maka sínum til lífstíðar, í blíðu og stríðu. Hún var við hlið Hjalta fram á síðustu stundu og lét hvorki veður né veikindi aftra sig frá því að heimsækja hann á Sóltúnið, þar sem hann dvaldi síðustu ár sín. Yfirleitt fór hún fótgangandi dag hvern frá Skúlagötu til Sóltúns og aftur tilbaka. Heimili Halldóru voru ávallt glæsileg, líkt og hún sjálf. Hún var mikill fagurkeri. Hún lagði ávallt áherslu á að fallega væri á borð borið. Mávastellið og silfrið var óspart notað og það get ég sjálfur vitnað Barnabörnin muna vel eftir veisluborðum ömmu sinnar og þar var matarlyktin oft alltumlykjandi í Heiðargerðinu og einnig á Skúlagötunni. Og mörg muna eftir kjúklingaréttinum góða, steiktum fisk, plokkfisk, kálbögglum og kjötbólum í brúnni, kótilettum, kjöt í karrí, en yfirleitt var eitthvað gott í eftirrétt. Það gæti verið ís með ananas, aðalbláber og rjómi, heimabakaðar smákökur jólin, frómassinn og svo mætti lengi telja. Pönnukökur og vöfflur voru svo gjarnan með kaffinu.
Hún var yndisleg kona, virt, dáð og elskuð allstaðar. Ávallt jákvæð og lífsglöð. Engin faðmur hlýrri, gjafmild, fórnfús, trúuð og kærleiksrík. Hún var fróð og minnug fram á síðasta dag. Ef til vill hefur óbilandi áhugi hennar á að læra nýja hluti, fræðast og lesa fram á síðasta dag og hlusta á hljóðbækur, viðhaldið huganum svo ferskum og skýrum. Hún var allt fram á það síðasta að freista þess að viðhalda þekkingu sinni. Það kom til dæmis fyrir þegar hún las Morgunblaðið að hún rakst á nýyrði í íslensku sem hún áttaði sig stundum ekkert á, þá kíkti hún strax í orðabókina til þess að leita eftir svörum. Hún var listræn, elskaði blóm, eins og garðurinn í Heiðagerðinu var til vitnis um. Garðurinn í Heiðagerðinu var nefnilega alltaf fallegasti garðurinn. Hann var eins konar listigarður. Hún byrjaði oft í byrjun sumars að dytta að í garðinum, reyta af arfan og hagræða og hún var í þessari vinnustellingu næstum allt sumarið. Allt skyldi vera fínt og fallegt, bæði úti og inni. Hún saumaði kjóla á stelpurnar, jakkaföt á strákana og gamlar gardínur enduðu oft sem glæsilegu barnafatnaður á hópinn. Og það var alltaf gestkvæmt á heimili Halldóru og alltaf hafði hún pláss fyrir sína nánustu og heimilið var ávallt opið fyrir vini barna hennar. Mörg tár hafa fallið á axlir Halldóru og hennar faðmur var stór og hlýr. Hún gekk sjálf í gegnum mikla sorg á lífsleiðinni og barnamissir var henni sérstaklega þungbær. Líkast til hefur þetta jákvæða hugafar, bænin sem hún leitaði gjarnan í og svo æðruleysið, verið henni mikill styrkur á erfiðum stundum á lífsleiðinni. Hún átti það til að segja: Guð leggur ekki meira á mig en ég þoli. Það segir svo margt um hugafar Halldóru og viðhorf hennar til lífsins. Hún spilaði á gítar og hafði mjög fallega söngrödd. Og á miðjum aldri þá sótti Halldóra meira að segja píanónám. Tónlistin fylgdi henni alla tíð, fyrst í föðurhúsum og svo fylgdist hún með börnum sínum sem fóru þá í tónlistarnám. Halldóra var skapandi og hún lagði stund á allra handa hannyrðir og listsköpun í frístundum. Hún prjónaði, heklaði, saumaði út og það lék allt í höndunum á henni. Rithönd hennar var sérstaklega glæsileg. Prjónaskapurinn var þess eðlis að eftir honum var tekið. Hún var mjög metnaðarfull og vandvirk í öllu sem hún tók sér fyrir hendur, meðal annars í sínum tómstundum. Hún var í keramikki, postulínsmálun, vassmálun, glerlist, svo einhver dæmi séu tekin. Og það voru mörg listaverkin sem hún bjó til. Leirmunir og málverk eftir hana á heimilum margra afkomenda og það eru dýrmætar gjafir. Peysurnar, prjónaðir jólasveinar, hekluð teppi og fyrir yngstu afkomenduna sínar prjónaði hún einnig föt fyrir dúkkurnar. Það hefur nú verið vandasamt verk. Síðasta sem hún skrifaði sjálf, 6 dögum fyrir andlátið, var prjóna uppskrift sem lýsir Halldóru svo vel sem manneskju. Hún var alltaf að, íslenska konan. Oft beið Halldóra með eftirvæntingu eftir sunnudagsmokkanum svo hún geti leyst krossgátuna sem þar var að finna. Og stundum gúglaði hún sig áfram til þess að leita að svörum. Hún tileinkaði sér nýjungar
og jafnvel á efri árum og ekkert var henni ofviða, ekkert. Hún gat til dæmis á tíræðisaldri hort á Netflix í gegnum spjaldtölvuna sína, sem ég treysti mér ekki sjálfur til að gera í dag, sem hún notaði jafnframt sem myndavél. The Crowns var í sérlegu uppáhaldi á henni á Netflix og það eru ef til vill ekki margir aðrir Íslendingar á tíræðisaldri sem hafa tileinkað sér að spjalla við barnabörnin og barnabarnabörnin í gegnum FaceTime á spjaldtölvunni. En það gerði hún. Hún gerði svo margt. Hún las fram á síðasta dag og hlustaði jafnframt á rafbækur og fylgdist ávallt með fréttum líðandi stundar. Hún hafði sérlega smitandi hlátur og eitt sinn þá fór hún í bíó og okkar kona fór að hlæja. Hláturinn var svo smitandi, heyrið hann ekki núna. Á endanum hló allur salurinn. Halldóra fylgdist ávallt með barnabörnum sínum og öðrum afkomendum. Ég myndi segja öllum afkomendum. Fjölskyldan var henni allt og hugur hennar var ávallt hjá afkomendu sínum, öðrum skyldmönnum og þeim sem henni þótti vænt um. Hún var stolt af sínu fólki og hún var hjarta fjölskyldunar. En afkomendur hennar voru líka stolt af henni og litu á Halldóru sem hina einu sönnu fyrirmynd. Hún var líka sannur vinur allra, gaf sér tíma með sínu fólki, spilaði á spil við barnabörnin, það var þá langa vitleysa, Svarti Pétur eða lagði kapal með þeim og mögulega eitthvað sem hún fékk úr bernskunni á Uppsölum og miðlaði þannig áfram til sinna afkomenda. Gistinætur barnanna og barnabarnanna í Heiðagerðinu eru þeim afskaplega ljúfar minningar. Og þær minningakrakkar tekur enginn frá okkur. Þær eru raunverulegar og þær verða alltaf í hjartanu. Fyrir svefninn var farið með faðirvorið, beðið fyrir fjölskyldunni og Halldóra las gjarnan sögur fyrir svefninn. Tungumálamanneskjan sem hún var, gat meira að segja sagt söguna litlu gulu hænunni á esperanto. Hún mundi öll afmæli stórfjölskyldunar, tengdabarna og jafnvel sumra gæludýra afkomenda, hugsið ykkur. Hún hringdi ávallt í fólki sitt á afmælisdögum því henni fannst alltaf persónulegra og fallegra að hringja en að senda rafræna kveðju. Hún safnaði blaðaúrklippum alla í fjölskyldunni og síðan ljósritaði hún úrklippurnar og límdi í albúm og gaf svo afkomendum sínum og þetta eru ómetanlegar fjölskylduheimildir. Á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, Sléttuvegi, var hún ein af frumbyggjum en hún dvaldi þar í rúm 5 ár og eignaðist þar góðar vinkonur. Starfsmenn elskuðu hana. Hún var kölluð drottningin. Herbyggi hennar var það auðvitað smekklegt og fallegt og starfsmenn hjúkrunarheimilisins fengu oft leyfi til þess að sýna herbyggið verðandi íbúum og aðstandendum til vitnis hversu hlýlegt og fallegt umhverfi væri hægt að skapa í svona litlu rými. Og það var einstaklega vel hlúð að Halldóru á hjúkrunarheimilinu á Sléttuveginum. Hún var alltaf vel til höfð, en þegar að leið að andláti þá hafði einhver orð á því að hún hefði nú litið betur út. Þá bað hún að þeirri settar í hennar rúllur. Og uppáhalds litur Halldóru var bleikur og hún hvatti okkur í bleikum október í fallegri bleikri blússu. Marta, yngsta systir Dóru og eina eftirlifandi af þeim systkinum sem fylgir systur sinni hér í dag, minnist systur sinnar með miklum hlýhug og hennar eigin orð eru eftirfarandi.
Það var oft gaman á Uppsölum og áttum við yndislega foreldra sem við krakkarnir elskuðum mikið. Þetta var stór hópur, því 13 komust upp af 16 barna hópi og var oft mikið líf og fjör á Uppsölum og mikil gestagangur. En gleðin var alltaf allsráðandi. Við börnin vorum látin gera það sem maður þurfti að gera og sérstaklega var gaman á sumrin þegar berjavertíðin hófst. Og það náttúrulega hvergi í veröldinni eins góð ber og í breiðinni, við vitum það nú öll. Og í Seyðisfirði einnig sérstök á, mjög sérstök á, svokallaður heilsubrunnur sem við systur nýttum óspart og höfðum tröllatrú á. Dóra systir var ákaflega glöð og skemmtileg kona og eftir að hún flutti til Reykjavíkur og fór að halda heimili, þá var alltaf svo huggulegt heimili hjá henni Dóru og alltaf svo flott og fín. Henni fannst hún aldrei vera komin á fætur fyrir en búið var að setja rúllur í hárið, varalit og púður. Dóra var einstök húsmóðir, hvað varðar matargerð og allt kom að heimilishaldinu. Og Snorri, hann minnist mömmu sinnar með mikilli hlýju og þessi orð hans geta án efa allir afkomendur tengt við. Kennari minn varst þú þegar ég þurfti á því að halda og þú brást mér aldrei. Stuðningsmaðurinn varst í öllu sem ég tók mig fyrir hendur og huggarinn þegar þurfti á að halda. Hver getur gleymt því kaldar hendur fengu yl og hlýju í handarkrika mömmu eftir útiveru á köldum vetradegi. Alltaf varst þú til staðar þegar ég leitaði til þín, elsku mamma mín. Borist hafa kveðjur. Kær kveðja frá íbúum og starfsfólki á Hrafnistu Sléttuvegi á deildinni Sólbergi. Blessuð sé minning elsku Halldóru okkar sem við erum þakklátt fyrir að fengja að kynnast. Og dýpstu samúðarkveðjur senda Gunna frænka og Jói Ævars sem áttu ekki heimangengt, en hugur þeirra hjá ástvinum Dóru. Kæra frændfólk, hugheilar samúðarkveðjur sendum við öllum. Dóra frænka var alltaf einstaklega góð við okkur bræður. Maggi, Unni, Bobbi, Júlli, Sigga Sveina og Stínu Magg-synir. Innilega samúðarkveðjur senda Jakob, Sveinbjörn, Ragnarssynir og fjölskyldur. Samúðarkveðjur sendir Stefán og Ingólfsson og dætur hans, þær Auðbjörg og Halla og fjölskyldur þeirra. Steinun Anna og Saga Egilsdætur sem búsettar eru í Danmörku senda einnig hugheilar kveðjur. Blessuð sé minning langömmu Dóru. Dýpstu samúðarkveðjur sendir Ásgeir Ingólfsson frá Bolungarvík og þakkar Dóru allan hlýhug í sinn garð alla tíð. Að lokinni athöfn verður erfidrykkja í safnaðarsal kirkjunnar. Og loks þegar móðirin lögðir í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. Guð blessi minningu Halldóru Sveinbjörnsdóttur.
Við skulum biðja. Góði Guð, Faðir okkar á himnum, þú sem gefur lífið og hefur dauðan á valdi þínu, Drottinn, þú ert með okkur öllum stundum og engum nær en þeim sem syrgja. Umvefðu Halldóru sem horfin frá okkur og slepptu ekki hendi þinni af henni. Öll erum við í þinni hendi og þú hefur lofað því að ekkert geti gert okkur viðskila við kærleika þinn. Við þökkum fyrir tímann sem Halldóra fékk með ástvinum sínum og allar dýrmætu minningarnar. Við biðjum þig að blessa þær. Ég bið þig að blessa fjölskyldu og ástvini hennar alla og sendu engla þína góði Guð til að umvefja þau. Láttu okkur komast að raun að allt verði að lokum til góðs og sameina í anda sem unna í eilífu ríki þínu. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og við skulum núna senda allar okkar bænir til Halldóru og við skulum gera það í örskamma stund í hljóði. Og alla bænir vorar sendu þeir bæn, Drottinn kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn minn, gefðu dánum ró en hinum lík sem lifa. Af jörðu ertu komin,
Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.